Næsta svið hún Sigríður María Egilsdóttir. Hún fyrrverandi ræðumaður Íslands, kvikmyndaleikona, laganemi og hestakona. Komið sælblessuð. Það alveg frábært að fá að vera með ykkur hérna í dag og það mikill heiður að fá að segja nokkur orð hérna í Hörpunni, sérstaklega þegar verið að fjalla málefni sem jafn mikilvægt og það málefni sem við erum að fjalla hér í dag. Ég eyddi miklum tíma í vikunni síðastliðinni í það að leita upp í ákveðnar staðreyndir og tölfræði til þess að nefna hérna við ykkur í kvöld. Í dag, fyrirgefðu. En eftir að hafa horft á þessa mynd, núna rétt áðan, þá finnst mér öll þessi tölfræði að vera eitthvað svo fjarlæg. Hún alltaf fjarlæg til þess að fara að minnast á hana hér, nema kannski einn punkt. Og hann sá að það rosalegur skortur að aðgengi að heilsugæslu í mörgum löndum. Og ég vil að þið hugsa ykkur þetta. Það gert ráð fyrir því að kona deyi við barnsburð á hverri mínútu. Það yfir 500.000 konur sem að deyja á degi hverjum sem að mætti bjarga ef þær fengju bara rétta aðhlynningu. Ég skal líka viðurkenna það fyrir ykkur að áðan þegar ég var að horfa á þessa mynd þá helltist yfir mig þessi yfirþyrmandi tilfinning hjálpleysis. Hvernig á ég, eitthvað ungmenni á Íslandi, að hafa áhrif á heiminn? Hvernig get ég hjálpað til við að laga svona stór vandamál? Ég varð einhvern veginn meðvitaðri stöðuna í heiminum en á sama tíma svo máttlaus gagnvart öllu óréttlætinu sem á sér stað í heiminum. Og ég leyfði mér að velkjast í þessu blessaða tilgangsleysi í svona 3-4 mínútur áður en ég reif mig upp á raskatinn og hætti þessu rugli. Því það bara töluvert margt sem við getum gert til að hjálpa til í heiminum. Við þurfum ekki öll að ferðast út í heim til að sinna hjálparstarfi því við getum öll lagt eitthvað að mörkum sama hversu stórt eða lítið það er. Við erum nefnilega í þeirri einstöku stöðu að vera best. Við erum svo heppin að litla Ísland okkar ekki bara eitthvað flæðisker í Atlantshafinu hvað varðar málefni kvenna. Við höfum verið í fyrsta sæti yfir öll lönd í heiminum þegar það kemur að því að jafna hlut kynjanna 5 ár í röð og í Evrópu þá voru það bara Bretar sem að toppuðu íslenska karlmenn í skráningu í átakið He for She. Og við skulum taka það fram að það var ekki hlutfallslega með við höfðatölu. Heldur heildarfjöldi skráninga. Það voru fleiri karlmenn frá Íslandi sem að skráðu sig í átakið heldur en karlmenn frá Svíþjóð og Noregi, löndum sem við elskum að með okkur við. Þetta frábæra árangur og þetta eitthvað sem við megum vera stolt af. En það annað sem að fylgir því að vera í fyrsta sæti. Það ábyrgð. Við erum ákveðin fyrirmynd. Við erum fyrirmynd ótal landa, jafnvel stórþjóða. Og það hlutverk sem við þurfum að hlúa að og bera virðingu fyrir. Því að eins og mamma mín segir alltaf, gott má alltaf bæta. Því að jafnvel hér á Íslandi erum við enn að takast á við vandamál. 1 af hverjum 3 konum hefur orðið fyrir ofbeldi. Heildarlaun karla eru hærri en kvenna í öllum starfsstéttum og konur eru einungis 21% af stjórnendum fyrirtækja og konur í fjölmiðlum í miklum minnihluta. Góðu gestir, það mikilvægt að við séum meðvituð þann ójöfnuð sem við stöndum frammi fyrir og að við gerum ekki lítið úr honum bara af því að við erum komin lengst í heiminum. Það nefnilega frumforsenda þess að vera bestur og að vera tilbúin að gera enn betur. Og einhvers staðar las ég að fyrirmyndin og töffarinn Vigdís Finnbogadóttir skrifaði á spegilinn hjá sér: allar skoðanir skal endurmeta leið og ný viðhorf hafa myndast. Og þetta eitthvað sem ég held að eigi mjög vel við hérna í dag. Því að skoðanir og viðhorf eru í bullandi þróun og ég held í alvörunni ég sé ekki að snuða neitt þegar ég segi að ungt fólk á Íslandi fer þar fremst í flokki. Þetta eitthvað sem að birtist mér mjög skýrt bara núna í síðustu viku. Ég einn af ræðuþjálfurum Morfísliðs Verslunarskólans og af einhverjum ástæðum þá fórum við að horfa á gamla úrslitakeppni frá árinu 2004. Þá samanstóðu bæði liðin bara af strákum og í einni ræðinni, nota bene, fyrir framan fullt háskólabíó
sagði einn strákurinn geðveikt niðrandi brandara konur. Þetta brandari sem ég ætla mér ekki að endurtaka hér í dag. Gefið ykkur bara nokkra sekúndur til þess að hugsa það hvað það í raun og veru stutt síðan að strákur í menntaskóla gat sagt brandara á kostnað kvenna fyrir framan fullt háskólabíó til að upphefja sjálfan sig. Hvað það fór fullkomlega fram hjá honum að hann var að gera lítið úr helmingnum af salnum. Og ekki nóg með það að hann hafi komist upp með brandarann, heldur vann hann keppnina í þokkabönd. Og þegar við sátum hana og vorum að hneykslast yfir forverum okkar, þá áttuðu okkur líka á því hvað það í raun og veru stutt síðan að fólki fannst stelpur ekkert eiga heima í Morfís. Í dag eru helmingur keppendana stúlkur sem að afsanna gamla skoðanir tuggur það að stelpur hafi ekkert áhuga á ræðumennsku. En við þurfum ekki einu sinni að líta 10 ár aftur í tíma. Það ekki nema 2 ár síðan að feminismi var fyrirlitin í menntaskólum landsins. Og svo ég nefni einu sinni enn aftur gamla skólan minn, þá vildu einungis 10% nemenda kenna sig við feminisma þegar ég var enn nemandi þar. Í dag þá eru framhaldsskólar ekkert framhaldsskólar meðal framhaldsskóla nema að það sé starfrækt feminista félag. Og þetta algjörlega þróun sem að við ungt fólk berum fulla ábyrgð á. Það var það okkar frumkvæði sem að öll þessi félög spruttu upp sem gorkúlur í framhaldsskólum landsins. Þau voru ekkert innleidd af skólayfirvöldum. Ungt fólk hefur tekið fyrsta skrefið í átt að hugarfarsbreytingu. Það ekki þar með sagt að þetta sé eitthvað auðvelt verkefni þvert á móti. Það mjög langur vegur framundan og vandamálin sem við stöndum fram fyrir krefjast þess að okkur að við horfum gagnrýnum augum á samfélagið, að við séum tilbúin að viðurkenna hvað og hvar við erum að gera rangt. En fyrst og fremst að við séum nógu sterk til að breyta í samræmi við það. En ef okkur tekst það, ef við náum að tileinka okkur þannig hugsunarhátt, þá getum við haldið áfram að vera í fyrsta sæti. Við getum verið fyrirmyndir í heimi þar sem að stúlkur þurfa enn að sæta óréttlæti vegna kynferðisins. Þegar góðu gestir, þeir sem eru nógu klikkaðir til að halda að þeir geti breytt heiminum, eru þeir einu sem að geta það. Takk fyrir.